höldum áfram hér í föstudagsþættinum á sjálfan bóndadaginn og við erum komið góða gesti úr Skagafirði. Hvernig var að fara yfir heiðina fínu? Það var bara fínt. Já, þetta bara eins og sumarlagi næstu, ekki? Já, þetta var bara, ertu ekki sammála því? Jú, rennifæri. Rennifæri. Það er alltaf betra þegar það er hægt að komast á milli. Já. Mér finnst það líka. Já. Það er mikið frost sem er svona ekki búið að vera mikið vetur. Nei. Þannig að það var bara Veturinn er hálfnaður, segir maður, þegar þorrinn er að byrja, ekki? Jú. Það er eins í Skagafirði, er það ekki? Já. Ég eiginlega fékk ykkur vegna þess að mér finnst gleðilega fréttir að það sé að fjölga í Skagafirði, að það sé að verða enn fleira fólk þar. Er það ekki eitthvað sem að þið eruð sama sinnis með? Afskaplega annað. Já. Og það er markmiðið. Já. Hvað eru margir búsettir núna? Er þið með þá tölu? Ég er nú ekki með nákvæmlega töluna, 3000, við erum á milli 3 og 9 og 4000, 3930-40 eitthvað leys. Já. 3964 síðast er ég gáði. Já, þegar þú haldir. Og svo má náttúrulega ekki gleyma því að í Skagafirði er líka annars sveitafélag sem hefur 200 íbúa. Já, þannig að samtals er það yfir 4000. Já. En hverju þakkið það að fólk er að sækjast í meira mæli eftir að flytja og búa í Skagafirði? Það er náttúrulega næg atvinna. Það er nefnilega næg atvinna. Já, það er næg atvinna. Og það er, held ég, það sem að svona togar í og svo finnst okkur við pínlítið finna fyrir því að þú leiðréttir mig ef ég segi einhverju vitleysu, að ungt fólk með börn, því finnst gott að vera í svona minna samfélagi þar sem er stutt á leikskólan og stutt í skólan og ef það hefur atvinnu. En hins vegar er það húsnæðismálin sem hafa háð okkur mjög. Já, það er fólk bara fær ekki húsnæði. Fólk fær ekki húsnæði. Sérstaklega leiguhúsnæði. Já. Nei, og hvað er það að gera í því? Já, það er svona, horfið nú allt í rétta átt því að það stefnir nú í að á þessu ári, eða allan eins og við vitum í dag, séu á fjórða eða 40 íbúðir á fjórða tugina eða 40 íbúðir sem eru að fara í byggingu. Já. Og þetta eru þá ekki bara eins og kannski var á tímabili verktakar eða húsnæði samvinnufélög sem eru í þessu heldur líka einstaklingar sem er mjög ánægilegt. Það var samþykkt í sveitarstjórn að það má samkvæmt bráðabirgðaákvæði í lögum gefa afslátt á gatnagerðargjöldum. Og sveitarstjórn hefur verið með það að núna síðastliðin þetta er þriðja árið. Já. Þriðja árið núna að gatnagerðargjöldin eru felld niður. Já, og hvað þýðir það svona fyrir fólk sem er að byggja sér, segjum bara einbýlishús? Já, það munar það þó að þetta séu kannski ekki eins á gjöld hjá okkur eins og ef við tökum Reykjavíkurborg sem dæmi. Nei. En þar skiptir þetta verulegum fjárhæðum en það munar allt og þetta er hvatning. Og eins og staðan er núna þá svona stefnir jafnvel í lóðaskort eins og Sauðárkróki sem að flestar þessar íbúðir eru að fara, allavega í svona tilteknum íbúðum. Þannig að það vantilega blasir við að ástæða þurfa að fara að malbika eða skipuleggja nýtt hverfi. Já. Sem er náttúrulega bara gleðilegt. Já, er það ekki? Jú. Sko, innviðirnir þarna bera það alveg að það sé yfir 4000 manns áður en þið þurfa að fara að byggja nýja skóla eða leikskóla. Er það ekki rétt? Jú, það sem að kannski hefur háð okkur mest er að reyndar var nú tekið inn á leikskólan í haust 10 mánaða. 10 mánaða? Já, en það háir okkur samt gríðarlega, það eru dagmömmu úrræði. Úrræði fyrir ungt fólk með mjög ung börn. Já. Og það er svona mál sem við erum alltaf að glíma við á hverju ári og svona reyna að leita einhverja leiða í að finna lausnir á. Og er það jafnt yfir allt sveitafélagið því að fyrir þá sem ekki vita þá nær Skagafjörður náttúrulega yfir meira en Sauðárkrók? Já. Þetta er Hofsós og Varmahlíð og Fljótinn og... Þetta er aðallega á Sauðárkrók. Já. Við höfum getað notað leikskólana bæði út á austan og eins í Varmahlíð. Við náttúrulega stækkuðum Varmahlíð á síðasta ári. Já. Leikskólan. Já. Þannig að það er vöxtur þar framfrá. Já. Og er þetta bara allstaðar í sveitafélaginu? Það er svona mest aukning í umsóknum lóðir á Sauðárkróki í dag en það er nú verið ansið mikið byggt líka ekkert endilega bara í þéttbýliskjarnunum heldur líka í dreifbýlinu. Bæði þá íbúðarhúsnæði og fjós og aðrar útihúsabyggingar og það er vöxtur líka í atvinnuhúsnæði á Sauðárkróki. Byggðastofnun er með undirbúningi byggingu nýrra höfuðstöðva og það er verið að byggja stækka mjólkursamlæðið verulega mikið og við erum að fara í endurbætur á sundlaugunum á Sauðárkróki.
gervigrasvöllur á tenniborðinu og það svona margt framöndan. Samþykkt í byggðarráð og skipulagsnefnd að fara með gervigrasvöllinni í deiliskipulag. Þannig að hann á fullu í hönnunarferli. Sko, mér heyrist líka að þið eru að lýsa því að þið eru ekki með öll eggin í sömu körfunni. Það er fjölbreytt atvinnulíf, greinilega. Já, ég myndi segja það. Svona miðað við það að vera ekki stærra sveitarfélag, þá held ég að við séum með mjög fjölbreytt atvinnulíf. Já, lýstu þið aðeins? Það var náttúrulega mjög ánægilegt að Vinnumálastofnun opnaði nýtt útibú, þar sem að allar húsnæðisbætur á landinu eru afgreiddar og farið yfir umsóknir. Á móti kemur reyndar að Íbúðalánasjóður hefur verið að fækka, það er sérst deild frá Íbúðalánasjóður líka á Sauðárkrók. Þar hefur verið að fækka störfum á móti en þess vegna var þetta nú sérlega ánægilegt þannig að opinberum störfum héldi ekki áfram að fækka eins og það hafa verið á landsbyggðinni. Já, en þetta er ekki bara sjávarútvegur, þetta er landbúnaðar hérað og það er svo margt, skólasamfélag. Já, Skagafjörður er gríðarlega mikið landbúnaðar hérað og mjög öflugur sjávarútvegur og það er þróun á báðum stöðum eins og það sem að mjólkursamlega er að byggja núna, þetta er prótínverksmiðja, það eru framlega prótín og mjólk. Og það er líka verið út í veri vístökurðum í tengslum við fisk seafood að verið að þróa prótín úr fiski og breytingar líka mikla þar í þá átt að menn eru kannski að færast úr þessum frystitógurum og yfir í það sem við kallum ferskfisktógar í dag og landvinnslan að eflast á móti. Núna þessu ári fáum við nýjan tógara til dæmis sem er nú ansi langt síðan að kom síðast. Það er verið að smíða tógara fyrir fisk seafood í Tyrklandi? Já. Þannig að það er, og svo náttúrulega megum ekki að gleyma skólasamfélaginu þarna, þið eru með öll skólastig. Já. Og hverju hefur það skilað, bara svona inn í samfélagi? Það hefur skilað alveg gríðarlega miklu og það hefur verið gerð út þetta á þessu kringum Hólaskóla, Háskólann og Hólum. Afleidd áhrifin eru gríðarlega mikil. Meiri maður kannski heldur fyrst. Miklu meiri og skiptir gríðarlega miklu máli. Þetta eru þeir líka að segja hérna í Háskólanum á Akureyri. Þetta er svakalega mikilvægt að hafa háskóla. Stóriðja Eyjafjarðarsvæðisins, háskólann hér. Já. En eitt er náttúrulega Skagfirðingar mjög þekktir fyrir og það er þetta félagslíf og talandi Þorrann og bóndadaginn í dag og þorrablótin eins og þau eru bara þau eru svo fjölmenn er það ekki rétt hjá mig? Fólk flykkist á þorrablót. Brottfluttir koma og fara með ættingjum og vinum á þorrablót. Já, þetta er mörg 100 manna þorrablót. Já. Það er ekki rétt hjá mig, 500-600 kannski. Jú, er ekki eins og hérna eins og fram hér að er þetta þorrablót sem er á milli 400 og 500 manna og hvað er á króknum? Það er króksblót var búið til því að það var allstaðar í öllum, þetta eru Sveitarfélag Skagafjörður 11 hreppar sem voru sameinaðir 1998. Hver hreppur var með sitt þorrablót og það hefur haldist. En það var ekki þorrablót haldið á Sauðárkrók. Það var búið til hvenær ég man ekki árgangur 1957 sem að bjóð þetta til og startaði og síðan er það árgangurinn sem heldur króksblótið. Og ég er einmitt árgangur 1964 sem á að halda króksblót núna og það hefur verið mjög fjölmennt blót, milli 500 og 600 manns yfirleitt og meira einhvern tímann. Já, en svo líka það er svona karlakórinn, það er þessi menning og ég er bara eiginlega í að því hvers virði er þetta félagslíf og þessar sterku stoðir, leikfélagið og annað í svona samfélagi. Skiptir ofsalega miklu máli vegna þess að samfélagið verður menningin býr til samfélagið á svo mörgu leyti og samfélagið verður svo miklu fjölbreyttara og skemmtilegra með svona mikla menningu. Við erum Seiðhúsar fer að huga því núna að skipuleggja Sæluvöku sem er hjá okkur. Sem er nú eiginlega bara elsta menningarhátíð landsins. Byrjaði 1874. Já, hvorki meira. Og hefur bara gríðarlega áhrif allt hér, það eru viðburðir út allt. Og stundum eru það margir að það bara stefnir í óefni, erfitt að mæta það alla. En menningarlífið er mjög fjölbreytt og bara svo ég tæki dæmi að svona mínu nærsamfélagi þegar ég á börn í Varmahlíðaskóla að þar var haldin glæsileg árshátíð eldra stigs skólans síðustu helgi eða á föstudagskvöldinu og miðgarður var við það að springa og haldin aukasýning í dag eða kvöld. Það var aukasýning í dag. Og
Þannig að krakkarnir sko líka, börnin í skólanum okkar öllum, þau eru svo frábær. Það er gríðarlega metnaður hjá þeim. Og búin að læra svolítið að koma fram og það allt saman. Já. Þannig að þetta er í blóðinu bara. Algjörlega. Já, og í vatninu kannski eiginlega. Þetta skiptir miklu máli. Já, það gerir það. Gaman að fá okkur hingað og alveg yndislegt að heyra að það er margt að gerast í Skagafirði og bara gangi ykkur áfram sem allra best með það. Takk fyrir. Og við höldum áfram hér í föstudagsþættinum eftir smástund.